Dögg Harðardóttir, fulltrúi í stjórnlagaráði, þú hélst stefnuræðu á 9. ráðsfundi þar sem þú komst inn á tengsl ríkis og kirkju. Geturðu sagt okkur aðeins meira frá þessu? Já, það hafa borist erindi til stjórnlagaráðs, beiðni að við tökum þetta mál fyrir og ég fór á stúfana til þess að afla mér upplýsinga hvaða afleiðingar þessi rof á, eða svona endanleg rof á tengslum ríkis og kirkju hefðu, og það var nú ekki hlaupið að því að afla sér upplýsinga þetta, en að lokum þá komst ég í rauninni að þeirri niðurstöðu að þetta mál bara of umfangsmikið til þess að stjórnlagaráð geti afnumið 62. grein stjórnarskrár. Það þarf að vinna miklu meiri vinnu til þess að kanna allar hliðar þessa máls áður en tekin ákvörðun þetta. Þannig að þess vegna tók ég nú mjög afdráttarlausa afstöðu í ræðunni minni að ég teldi þetta ekki tímabært. Og hvað það þá helst sem að þér finnst vera þannig að það sé ekki hægt að ákveða þetta núna? Sko, það hafa af og til verið gerðar skoðanakannanir hvað þjóðinni finnst aðskilnað ríkis og kirkju. Og ég komst að því að fólk getur ekki hafa tekið upplýsta afstöðu til málsins af því að það hefur verið svona tiltölulega einhliða umfjöllun þetta, þar sem talað fyrst og fremst fjármál kirkjunnar, en það ekkert talað þjónustuna. Og það sem ég hef áhyggjur af, auðvitað náttúrulega þetta mjög flókið mál, það sem ég hef áhyggjur af að ef út í þetta verður farið núna, ef ríkið hættir í hvelli að greiða prestunum laun, og þetta náttúrulega samningur jarðir kirkjunnar og allt það, en ef við gefum okkur það bara, að ríkið hætti að greiða prestum laun, þá alveg fyrir sér að þjónustan skerðist, og ég hef áhyggjur af því að landsbyggðin fari mjög illa út úr því, vegna þess að það ekkert sjálfgefið að það sé prestur í hverju bæjarfélagi landsins, og á meðan yfir 90–95% þjóðarinnar lætur jarða sig frá kristinni kirkju, þá þetta sjálfsögðu eitthvað sem snertir viðkvæman streng í hjörtum fólks, og þessa vinnu þarf bara hreinlega að vinna betur, það þarf að skoða hvað á bak við þetta, og þegar það búið, þá hægt að spyrja þjóðina hvaða afstöðu hún hefur til þessa máls.